Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá yfir í boxið. Það var náttúrulega fór ekki fram hjá nokkur bardagahámanni. Já, þessi helgi þar sem að Conor McGregor og Floyd Mayweather áttust við. Og línunni kominn Ómar Ragnarsson sem fylgdist að sjálfsögðu grannt með þessum bardaga. Heill og sæll félagi. Já, blessaði sjálfur. Hvernig hefur það? Ég hef það bara fínt og góð til heilsunar eftir þessi best veit. Já, nákvæmlega. Herðu, þeir hefur væntalega, þú hefur kannski verið nægandaður neglurnar eins og margir bóksaðdóndur upp á að Floyd myndi ekkert fara að tapa svona bóksbardaga á móti ykkurum MMA-bardamanni. Nei, ég átti nú frekar vona því að Floyd myndi standast þetta einfallega vegna þess að hann hefur sýnt bestu varnartækni sem maður hefur eiginlega nokkuð tíma séð hjá nokkrum hnefalegara. Já. Það var bara að leita jafnvel rúmlega 100 ára aftur í tíma til að sjá jafn flotta vörn eins og hann hefur beitt. Og hann hefur flotið á því og þá var ég að tala Jack Johnson fyrst að blakka heimsmeistarinn í þungavíkt sem fyrst og fremst komst áfram á góðri vörn og þess vegna urðu bardagar hans svo leiðilegi fyrir hvítamenn. Þetta var náttúrulega þá heilt að veri blakkur maður sem ætlaði sér að ráðast inn í þetta vígi hvítumennana. Já. Og bardagar hans dróðust á langinn og ég held sko margir bardagar erum þannig að þeir markast sko ekki frekar af upplifun áhorfenda heldur en nefalegarna sjálfra. Þegar menn skoða betur varnartækni Jack Johnsons og þá var hún bara einfallega þannig að bardagarnir eru yfirleitt frekar langir. Já. Og það var vegna þess að hann bara þreytti mótstöðumennina. Þetta voru oft mjög höggharðir menn eins og Jim Jeffries 1910 sem var þá barda í þeirrar aldar sem liðin var á þeim fyrstu 10 árum. Þetta var vakti heims athygli sá bardagi og Jim Jeffries var ótrúlega höggharður og höggþolinn maður og feiknarlega sko ekki vannmeta hvað voru góðir fyrir rúmlega 100 árum. Hann hljóp 100 metrana á sem svarar sko innan við 11 sekúndum og og var bara alliða afreksmaður, hafði að vísu fitnað og misti eitthvað að kraftinum með því að vera í burtu. En Johnson tók hann bara rólega niður í 15 lotum sko. Já, ekki nema? Leifði honum bara að blása og notaði sína varnartækni og Jeffries kom aldrei almennilega högg inn og síðan náttúrulega minnkaði höggkrafturinn. Ali notaði þetta í Zaire á móti Foreman. Að vísu var Ali mjög snjalla þýleiti til að koma óvart í fyrstu lotunum með því að ráðast á Foreman og sína honum að Ali gæti í raun og veru náða á hann beinni hægri hverri af annarri sem var mikið áfall fyrir Foreman. Þetta var bara sálrænt. En megin aðferð Alis var einfallega að gera nákvæmlega saman við sáum Floyd Mayweather gera strax frá upphafi. Og Ali gerði þetta síðar á ferlinum stundum þannig að bardagarnir eru óhemju leiðilegir, einhver leiðaristi bardagi allra tíma var bardagi hans við Jimmy Young þar sem að bara gekk á mótunum beint og var bara með hendurna fyrir andlitinu í fyrstu loturnar og hvíldi sig og hugsaði að geta hvílt sig en hann vissi að Young var ekki með höggþungur og lét hann bara vinna fyrstu lotundar til þess að leyfa honum að blása og þetta gerði Floyd Mayweather kannski ekki svona gróft en allavega þá voru mjög fá högg sem að koma frá honum bara fyrstu 4 lotundar svona aðeins að láta vita að hann geti slegið en hann var í raun og veru allan tíman að lesa McGregor. Nei, nákvæmlega. En hann virtist vera svo yfir hann Floyd líka alltaf á svona milli lota. Vissi hann allan tíman kannski bara hvað hann var að gera? Hann vissi allan tíma hvað hann var að gera og það sem var merkilegast við hennar bardaga var það að hann lýsti því yfir fyrirfram hvað hann ætlaði að gera. Já. Og hann sagði að þetta var svo flott orða hjá honum, yfirvegaði maður, en búin að vera með dálítið vandamál í einkalífinu síðustu árið svona og en kemur svona fullorðins út, fertugur, með 21 ár að baki og segir ég er búinn að læra þetta allt. Já. Ég er búinn að mæta þeim öllum og ég hef ráðið við þetta hingað til og ég mun ráða við þetta vegna þess að ég hef þessa reynslu. Og hann stóð bara við það og þegar McGregor var svo í vitali eftir bardagana þá bara viðurkenndi hann það að hann hefði bara ekki tekið nógu mikið mark
á Mayweather. Nei, einmitt, nákvæmlega. Og hann hrósaði Mayweather fyrir það hvað hann var rosalega rólegur og þegar að Mayweather sko deplaði ekki augar McGregor réðist að honum með sko thrust-talk eins og kallað bara rusl kjaftæði og reyndi að koma um jafnvægi þá bara haggaðist Mayweather ekki. Nei, það mitt kom manni svolítið óvart, maður náttúrulega ekki með svona eins mikið insýn í þetta eins og margum öðrum eins og þú til dæmis að maður áttaði sig aldrei á því mitt að maður hélt alltaf að hann væri að finna fyrir þessu en svo stóð hann einhvern veginn bara eins og þetta væri eitthvað að vera að pota í sig bara. Já, og kannski gerði McGregor þetta vegna þess að hann vissi að eina leiðin til þess að geta sigrað Floyd Mayweather var að koma honum úr jafnvægi. Já. Og árás hans fyrir hönd írska kynstofnsins var mér ekki að skapi sem rauðharður og greinilega með írsblóð í æðum. Já. Sko ef þetta hefði verið öfugt að Blökkumaður hefði sagt þetta þá hefði nú heldur betur svoðum að mönnum að þetta veri yfirbyrða geittáttur. Já, nákvæmlega. Og nú en menn svona fyrir gáðunum að vissu að maður bara reyna að ganga fram með þess. Já, nákvæmlega. En sjóið í kringum þennan bardaga, þetta bara, þessi kjaftur og millið þeirra og svoleiðis, það langt síðan að þetta var svona rosalega auglýsing á einum boxbardag. Þetta var, það var eins og allir gripuð hennar bardaga og vildu horfa á hann. Ég viðurkenna með hans kona mín, hún vakti alla nóttina fram eftir morgun af því að hún hafði svo gaman að þessu. Já, sko, Íslendingar hafa náttúrulega tekið sérstöku ástúrsum við MMA og bardaga íþróttina og við svona samsömmum okkur þessum McGregor vegna þess að hann náttúrulega í góðum kunningskapin Gunnar Nelson og aðra Íslendingar sem eru þarna komnir á kafi í dag. Þannig að þetta talar dálítið mikið til okkar og mér fannst nú satt að segja sko persónulega sko áhugaverðari sko aðdragandinn að bardaga Anthony Joshua og Vladimir Klitschko. Já. Það var virkilegur stór bardagi búin að bíða í 14 ár eftir því að fá bardaga sem að biði upp á svona góðan nefaleik, svona afburða góða tvo menn í hringnum og biði upp á glæsilegasta upphögg síðustu 14 ára sem úrslitahögg. Já, einmitt. Og það var ekki leiðilegu bardagi? Það var sko ekki leiðilegu bardagi og því miður fannst mér hann ekki nógu mikið auglýstur hér á Íslandi og vegna þess en fyrir bragði þegar kom svona rosalega góðu bardagi bara í vor allt í einu eftir að Klitschko bræður voru búin að einoka þessa þungavíkt í að mestu leyti í alla þessa öld og fólk var hann dauðþreytt á þessu vinstri hægri 1-2 endalaust að þá kom þessi bardagi bara eins og svona lust á vandanum, það bara eins og að flóðgáttir opnuðust þá fattaði fólk að það eru enn stór bardagar í gangi og þetta var mjög flott auglýst hjá báðum aðilum og öllum aðilum sem stóðu þessu bardagar McGregors aðtöfaðu það að það er mjög sjaldgæft að maður byrji atvinnumannsferil sinn á því að skora á heimsmeistara. Já, nokkulega. Eða mann sem er í stöðu heimsmeistara. Við skulum nú reynda að athuga það sko að Mayweather er núna komin út af listunum hjá Ring Magazine og og að því að hann hefur verið svo aðgerða lítill í heilt ár. Já. Og en samt sem áður sko þá er hann á þeim stalli að vera bara hugsanlega besti nefaleikari síðustu 25 ára ef við tökum öll árin sem er búin að vera að. Og og þetta er þannig að það er þungaveitin hefur bara gerst einu sinni og það var þegar að Floyd Patterson barðist við Pete Rademacher Þjóðverja sem var með fyrsta þungaveiktabardaga sinn og stóð sér bara furðu vel alveg eins og Gregor gerði núna því að það eru allir saman um það að McGregor stóð sér mjög vel. Já. Þó hann hafi verið að boxa fyrra árum og þá var hann að kemur hann úr allt annari íþrótt þar sem að boxi hefur reyndar nefnæringarnir hafa verið hans sterkasta vopn en enga síður og þá er þetta bara frumraun sem atvinnum aður í nefnleikum á ferli hans og honum fannst svo gaman að hann er bara alvarlega að gæla við að við tölum að hann fari bara í nefnleikarna. Já, þetta er náttúrulega eins og McGregor segir sjálfur að hann hefur lúmskaðum en þarf maður ekki, þú ert náttúrulega búin að fylgjast með margan íþróttamannum í gegnum tíðina,
þú þarftið ekki að vera með alveg fárálegt sjálfstraust í að þora bara, já, herru, ég ætla bara að slást við mig við þér. Já, það verður að taka ofan fyrir því vegna þess að sko, nefaleikarar hafa, jafnvel þóttir hafi talað digurbarkalega fyrir bardaga, þá hefur nú annað komið á daginn þegar þau hafa verið komin inn í ringin með meisturunum og meira segja George Foreman þegar hann kom inn í ringin með Joe Frazier að þá 1973 að þá var hann alveg eiginlega miður sín af ótta. Hann var að leina því að skalf á fótunum. Nákvæmlega. En síðan niðurlægðan Joe Frazier þannig að það er svona einn af þessum bardugum sem kom mest á óvart og náttúrulega einn af þessum toppbardugum að slá sjálfan heimsmeistara sem flestir heldu með og heldu að myndi vinna þennan bardaga. Að slá hann í 6 sínum á rúmi loklu, það náttúrulega var ekki neitt ennilegt. Nei, nákvæmlega. En já, Mayweather, nú þetta ekki, já, 50 sigrar, engin töp. Þetta náttúrulega fáránlegur árangur hjá þessum manni. Já, þetta fáránlegur árangur hjá honum og hann hefur unnið svo vel úr sínu spilum vegna þess að núna þegar þetta er skráð TKO, teknilegt róttök, sem ekki róttök því að KO þýðir ekki róttök. Nei. Þú er bara slegin út. Já, þú teknilega er slegin út. Þú ert ófærum að halda áfram. Já. Og hérna, það eru 10 ár síðan að hann hefur raunverulega enda bardaga svona. Því að þessi bardagi við Ortiz 2011, þetta var náttúrulega ekki venjulegt róttök. Þetta var fáránlegt högg og í raun og veru sko þá hefur Mayweather eiginlega aldrei fengið að jafna sig eftir þetta þótti svo lúalegt. Já, einmitt. Ortiz er alveg miður sín yfir að hafa barist ólöglega rétt áður. Hann er bæði að afsaka sig við Mayweather sko allt og lengi að þurfti gera það bara að snertast með hönskunum og segja fyrirgeðu ég gerir þetta ekki aftur. Hann er bara svo miður sín yfir þessum mistöku sínum að hann er að tala við Mayweather og síðan lítur að frá honum á dómarinn eins og hann sé líka fá sko, samúð dómarans. Já, nákvæmlega. Og þá var hann bara með hendurna niður og horfir ekki eins og Mayweather slæðir hann bara 1-2 í gólfið og eftir á að higgja þá sagði Ortiz þetta var náttúrulega mesta heimskara öllu vegna þess að bara það oftast er það að síðast þessi dómarinn segir allavega við nefaleikara þeir standa í hringnum og eru bara að byrja. Þú átt að verja þig öllum stundum. Já. Alltaf. Líka þó sem þetta tala við dómarann. Og þetta nýtti Mayweather sér og hann er búinn að spila mjög vel úr sínum spilum og hann beið þolinmóður og lét nokkur ár líða. Það fannst mér, hann hefur tekið áhættu, hann er að bíða þegar hann er komin sko vel á fertugsaldurinn. Þá er hann að bíða eftir því að Manny Pacquiao dali meira en hann. Já. og það tekst, þannig að Pacquiao átti enga möguleika mót hann. Og þar sýndi hann náttúrulega, hann þurfti að vísu að aðlaga sig að Gregor af því að Gregor er vinstrihandamaður. Og þar með gat hann ekki nota sömu öxlina þessa frægu öxl sína sem hann hefur notað sem bara varnarmúr gegn sínum mótstöðumönnum og varð að grípa til annar ráða og kom Gregor McGregor óvart með því að taka snúning undan honum. Þegar McGregor var komin hættulega nálægt þá tók hann snúning undan honum og endaði snúningin alltaf oft með því að snúa baki hann. Já, það er einmitt sem er ekki vinsælt eða er þetta bara það er bara ólöglegt. Já, einmitt. Þú mátt ekki snúa baki í mótstöðumannin og þú átt að fá bara áminningu og jafnvel að taka við stig ef þú gerir þetta aftur og aftur. Þetta eru mjög fáir nefaleikarar sem gera þetta. Og afleiðingin er svo að dómarar eru bara ekkert vanir því að vera áminnamenn fyrir þetta. En hvernig er þetta í boxing? Ég ætla bara að klára þetta. Þetta kom McGregor viðurkenndi eftir á að þetta kom honum úr jafnvægi. Hann er bara ekkert átt að segja á því að þetta væri mögulegt að gera þetta svona og hann hafði ekki svar. Hann hafði bara ekkert æft hann hafði búin að æfa allt sem hann hélt að Mayweather geti lumað á en þetta kom honum óvart. Og viðbrögð hans voru honum mjög óhag. Hann sló hann nakkahögg af því að hann lá vel við því. Og þá fekk hann ákúrur hjá dómarum, áminningu hvað eftir annað slá ekki hann nakkahögg og þar með var allt í einu leikurinn í hringnum voru 2-1. Einmitt, nákvæmlega.
í staðin fyrir að ég tel að dómarinn hafi ekki staðið sér nógu vel, hann átti áminnar á báða í hver skipti sem að Mayweather sneri viljandi bakkinu í McGregor, að þá átti hann áminna, en Mayweather var svo lúmskur sko að þegar maður fyrir að skoða þetta, að þá kemur í ljós og í sumum tilfellum að þá lætur að McGregor sjálfan koma sér í þessu stöttu. Já. Þannig, en þetta hérna, já, með bási, nú eru menn alltaf rífandi kjaft svona fyrir barda og fleira, en það alltaf virðingin samt á milli, já, eftir bardan oft. Oftast. Já. Það var ekki alltaf. Nei. Ali, því miður sko, Ali gæti nú verið leiðilegur og eftir á að hyggja, þá þurfti hann aldrei að vera að reyna að niðurlægja Frazier svona mikið eins og hann gerði alla tíð. En þeir náðu nú vel saman samt sem áður en yfir lauk. Já. Og en þess að við förum bara rétt í gegnum en að bardaga þá gaf Mayweather McGregor fyrstu 4 rondar og þá var hann búin að lesa hann, hann var búin að finna út að hvaða svör hinn átti og þeim myndi ekki duga. Hann var búin að finna út hvernig hann gat bara komið í vegt fyrir þessar beinu vísli og reyndar sagði McGregor það eftir á að þetta var sá mótstöðumaður sem að þoldi best höggi mín. Margir hefðu bara farið niður, hann kom nokkrum höggum á hann og McGregor var með mjög góða hægri stungu. En þetta dugði bara ekki og hann komst aldrei almennilegt færi, hann vankaði Mayweather aldrei svo að væri þetta að sjá að það hefði áhrif á hann. Þegar Mayweather fór að sækja þá gerði það mjög flott og nákvæmlega og eftir 8. lótu þá taldi gaman að því þá fóru ég horfði nú tvær myndir sem voru teknar af þessu, ég horfði líka á þetta eftir á þá var farið í hopnið eftir 8. lótuna og þá voru báðir þeirra móðir og þá kom bara spurningin Mayweather, nú aldurinn sem getur tekið Mayweather úr því hann var þetta móður og sama var hann með McGregor, nú var hann búin að slá svo mörg orku sjúandi högg að nú getur hann verið að fara. Það kom í ljós að yngri maðurinn, McGregor, var einfallega búin að eyða allt og mikla bensíntanknum. Og eftir á að þá náttúrulega þess vegna langar hann til að fara í annan bardaga og hann langar til að halda áfram vegna þess að hann segist að var lært alveg rosalega mikið af þessum bardaga og viður kennir gegn besta nefaleikara heims og það voru náttúrulega að hæla sjálfur sér í leiðinni sko. Þannig að sko eftir 8. lótu þá var þetta bara búið. Og að gagnrýna á dómarinn að stöðva leikinn finnst mér algjörlega út í hött. Við getum nefnt mörg dæmi og dómarinn hafi stöðva leik undir síðan kringustæðum eins og til dæmis þegar að Muhammad Ali kom óvæntu með sterku höggi í 11. lótu á nefaleikara sem var yfir á stígum að þá svaraði nefaleikarin ekki og það endaði bara með því og dómarinn stöðvaði leikinn. Dómarinn á númer 1 að sjá að vernda líf og heilsu beggja nefaleikaranna. Og það var ekki að þetta reisti tal að hann hefði geta staðist þetta og það hefði verið skylda að láta Mayweather slá sig í gólfið. Það bara átti ekki við, hann átti ekki neina möguleika þessu stöðu, ekki neina. En á Írin að reyna sig áfram í boxinu? Ekki, já, mér finnst það. Hann kom á óvart með mjög góðri færni hann kunni boxið. Og menn voru að tala það eftir bardaga í gólfinu og með löppunum og öllu þessu sem þessar blönduðu bardaga í þú fyrir gefa að þá væri hann orðið ryðgaður en hann virtist ekki vera það. Og hann bara boxaði vel á köflum og gaf Mayweather nóg að hugsa og Mayweather mátti hafa sig allan við og nýta allt það sem hann hafði í karteskinu. Það sem mjög flott það sem Mayweather þetta menn segja að hann að taka svakalega áhættu, hann að fara á 50-aldurinn og hann og á ellin að taka hann og hann ætlar að leggja allt undir, hann ætlar að fara að berjast í mann sem er mikill rótari og hann ætlar að leggja það undir að hann endi fyrir með 49 á móti 1 í staðin fyrir að enda 50-0 og bæta með Rocky Marciano sem hefur staðið alla tíð frá 1955 49 bardagar, enginn tapaður en þar er ekki alveg því saman að jafna vegna þess að Rocky Marciano var miklu yngri þenn ætti. Nei, einmitt. Og í raun og veru sko gekk
hann var bara svona svakalega snjall. Þeir kunni ekki að hætta. Það engin leið að hætta þessu stöðum þessu. Þeir eru svo margir búin að fara flatt á þessu. Rocky Marciano hætti nákvæmlega réttum tíma, tók enga áhættu af því að eyðileggja 49-0. Og þess vegna finnst mér svo flott hjá Mayweather að taka þess áhættu og komast upp með það að þetta eru 50-0 og ég hef ekki nokkra trú á þeim að standi við að hann ætlar ekki að berjast meira. Hann þarf ekki að gefa neitt meira. Hann þarf ekki að sanna neitt meira. En það náttúrulega spurning hvort hann fá ekki rétt að svona boxþjálfara því að Írin, því að hann virtist nú bara að vera með eitthvað UFC þjálfara hann í kringu sig. Jó, hann þarf þess og maður sá náttúrulega og það sem hann tapaði þessum bardaga á, þetta var lengsti bardagi sem hefur farið og þetta er öðru vísi sko það er ekki eins auðvelt að fara svona langa bardaga í blönduðu bardaíþróttum þar sem þú ert blóðgaður og allt. Þú ert sko með fingurna út úr og mátt lemja menn í gólfinu og gera alls konar hluti. Það sér meira blóð yfirleitt í þeim bardaíþróttum og sem hliðstæði má nefna það að þegar maður er komin í gólfið eins og hann er vanur og þeir mega lemja hann í gólfinu þá eru dómararnir mjög fljótir inn oft. Já. Og þeir verða að vera það vegna að maður er svo gjörsamlega vandræðis sem hann liggur alveg í gólfinu og maður óskar sér þess oft ef maður horfir á Gunnar Nelson og þess að kappa þarna að það væri eins og í nefaleikurum við leiður komin í gólfið það sé talið og þá að telja upp að 10 og ef við standa þá og erum enda með kraft þá er að halda áfram en þetta er í raun og veru ekki þannig og það er vegna þess að með því að telja þá hefur maður samt sem áður oft fengið gríðarlega mikið höfuðhögg og ég nefnir sem dæmi sko að þetta er ekki laust talningin að þegar að Ingeberg Jóhannsson sló Floyd Patterson niður 1959 og allt í einu var þessi mikli titill þungavíktar meistaratitillinn að fara í hendur Skandinava, Norræns manns í fyrsta skipti að þá þegar Floyd Patterson stóð upp að þá var hann svo vangaður að hann gekk í öfuga átt og hann vissi ekkert hvert að var að fara og vissi ekkert hvað hann var stattur. Nei. Á því augnablikki átti dómarinn auðvitað að stöðva leikinn. En hann leyfði Ingemar Jóhannssoni að slá hann niður 5 sinnum í viðbót. 6 sinnum í viðbót, hann sló hann 7 sinnum niður. Og öll þessi höfuðhögg eftir mjög þungt fyrsta höfuðhögg þau söfnuðu saman seinna meir í það að Floyd Patterson fékk það sem kallaði nefaleikaraveikinn. Það er ákveðin heilaskemmd sem er alveg sannanlega hægt að rekja til barsmíða og áttaði sig ekki á því hver langt hann var kominn. Hann hafði miklu metum og var í stjórn nefaleikasambandsins alþjóðlega og mikið svirtur en þegar hann áttaði sig allt inn á því hann myndi ekki lengur hvernig hann hafði sigrað þegar hann var heimsmeistari þá var náttúrulega árið þegar sér langt gengið. Hér er einn spurning frá hlustanda, hann var að velta fyrir sér, hann saknar einhvern prinsinn eins og hann kallaði sig, Hamed sem var alltaf með henduna niðri einhvern veginn dansandi. Já, hvað varðum þann kappa? Skemmdan fyrir sinni eða hvað er hann að spyrja hlustandi? Þetta er einhvern einfaldasta spurning sem ættir að spyrja út af því hvernig þetta fór. Já. Núna þegar ríkið sest og með fari gegnum það sem prinsinn var alveg fram til 1998. Eiginlega þangað til við Bubbi fórum til Manchester. Já. Og hann braut á sér höndina og var heppinn að vinna bardagann, gerði það rosalega flott. Okay. En þegar við tókum í höndina á prinsinn, var því við hittum hann og töluðum við hann, þá var það eins og að taka bara í blautt, kalt handklæði. Ok. Já, maðurinn, sko, þetta var strákur sem var fátæka foreldri, hann var þarna í hverfiða sem var mikið af innflytjendum og þetta var bara arabastrákur og það var bara Brendan Ingle, þjálfari sem sér hann út glugga og strætisvagn þar sem hann er að slást lítill patti nokkra miklu stærri strákar sem ætla sér að lúskra honum og hann fer með þá alla og hann bara fann drenginn og þetta var fádæma efni og fádæma nefaleikari og maður hefur aldrei séð neitt líkt þessu ég hef ekki séð neitt líkt þessu í öllum nefaleikum eins og leggja sig og samt á þessum áratug, síðast áratug síðustu aldar að þá var sko Roy Jones Jr. yfirburðamaður og kannski besti nefaleikari þessi áratugs af því hann endist lengur prinsinn. Þessi tveir menn, við Bubbi vorum alveg ógeðslega heppnir, við fengum stórt tímabili í þungavíktinni við Lennox Lewis og Holyfield og Tyson og öllu þessu, pluss þess að tvo dásamlegu sko ballettdansara
Prinsinn var gríðarlega höggþungur og ótrúlegt hvað svona léttur maður 126 pund eða rétt með 60 kíló, innan við 60 kíló, eitthvað drótamenn. En velgengnin fór með hann. Það er að segja, meðan hann þurfti að hafa fyrir sér og berjast fyrir sinni tilveru sem boksari á gödunum og síðar hérna inn í hringnum, og það hefur engileiki eftir honum að fara þetta flikkplakk heljarstökk inn í hringin til dæmis, og hérna og allt það sem hann gerði í hringnum var náttúrulega sko, var í raun og veru átti ekki vera hægt, skilur við að sörfa því sérfræðingarnir, hann verður saltað því hann brýtur á þetta reglundar, hann var svo mikið snillingur að það eru snillingarnir sem komst upp með að brjóta reglundar. Já. Og bara skyndilega velgengnin orðið svo mikil, það er orðið mikið af peningum, það er orðið mikið af mat, það er orðið mikið af vistum, það er orðið mikið af tíma sem fer í fjölmiðlana. Hann var allur á upptekinn af eigin útliti, hann fór meiri tími að huga smáatriðum í útliti hans fyrir bardagan, síðasta það sem hann var saltaður, þessi Marco Antonio Barrera tók hann í kennslustund, og þá sko fekk hann Emanuel Stewart sem var besti þjálfari heims þá til þess að koma til sín, og Stewart staðist aldrei hafa lent í öðru eins. Þessi svokallað þjálfun prinsins var algjört bull. Það var komin langt út úr öllu, og hérna þannig að prinsinn í þeim barða var bara ekki prinsinn. Nei. Það bara fór, bara vupp. Já. Þá held ég að hlustandir sé alveg komið með þetta alveg á hreint með prinsinn. En svona lokin aðeins lettur, Ómar, ég er hérna með nýli lög frá þér, varst að gefa út? Ég gerði þetta í sumar og fór hérna, ég gaf út diskasett með 72 lögum sem fjallar náttúru Íslands og náttúrun og þjóðin, og þetta er allt úr minni smiðju þar sem ég hef gert þetta samband náttúrunar og þjóðarinnar. Tveir diskarnir þetta eru 4 diskar í einu setti, 2 eru endurútgefnir, voru gefnir út 2004 og 2006, þess voru 2 diskar með 9 lögum, það eru 28 ný lög eða áður óútgefin, og þau eru af öllum mögulegum gerðum. Það eru þetta grínlög eins og Aumingja Sveit sem er nýtt lag. Já, við vorum einmitt að spila það áðan, mjög skemmtilegt lag. Já, þetta er sunnlegsóði, þetta er mikið að sveita maður í sig. Já, nákvæmlega. Og hérna, hluti af plötunni er mikið Suðurland, þarna er Kallak og Selfoss með fjúum, þarna er fyrsta lagi Hjarta landsins, þetta er gefið út, 10% fara til að netto innkomu fara til landlundar, og þetta er gefið út til að vekja athygli á hugmyndinni og baráttunni fyrir stórum og flottum þjóðgarða miðhálendi Íslands, og fyrsta lagi heitir Hjarta landsins, og það er slagorð sem var til hérna þegar var verið að byrja þessa baráttu beint, og Gætum garðsins var líka samkoma sem var hérna, lagið var til fyrir samkomi sem heitir Gætum garðsins, og síðan Hjarta landsins var á stórum baráttufundi í Háskólabíói, þar sem Salka Sól kom, sá og sigraði, alveg söngkona sem átt að vera forfallaðist, og Salka Sól bara hljópaði inn, hlusta á lagi einu sinni baksviðs og stóð sig eins og hetja, og söng þetta því með mér og 2 fyrstu lögin, og þetta eru mjög sunnleslög, því að það er Labbi Glóru, Ólafur Þórarinsson og Bassi sonur hans sem að hjá að næstu leiti söngin á fyrsta læginu sem heitir Hjarta landsins, ásamt Sölku Sól, og síðan hérna er annar lag sem var tekið hann upp sem er reynda vetralag, og það er KK band, og það var líka í stúdíó hjá honum Lappa, og ég hafa Lappa mikið að þakka vegna þess að þetta þurfti að vera eitthvað nýtt á þessum diski, og það er margt nýtt af það. Það eru líka allavega eins og Dveiði milli sandar með Björgvini Halldórssyni og texta, Njúkunu gnæfir, þetta er allt í Suðurlandskjördæmi, með styrsta lagið er 56 sekúndur og heitir Óður til kýrinnar. Og það er einfaldast í undirleikurinn, það er bara Alfa Laval Mjaltavél mótil 54 og tekið upp í fjósinu að Skógsnesi í Flóa, gamla torfjósinu. Það er mjög sunnlenskt, sko, þannig að fullt af sunnlensku þarna. Ég tel að Aumingja Sveit sem er gríntextir frá 1962 og nýtt lag sem ég gerði síðar, að það sé sunnlensku bóndi, sko. Enda lagið þannig að þú sér að hans aðstæður hafa breyst mikið til þess betra. Já, nákvæmlega.
En sem sagt, þú getur bara valið eitthvað þessum lögum, en ef þú tekur fyrsta lagi sem heitir Hjarta landsins, að þá er það áræðanlega sunnlenskur lækur sem að Ólafur Þórarinsson laumaði þarna inn. Já, ég ætla að spila hérna eitt allan að Eldur og ís er eitt hérna, það er eitthvað... Já, það var hugmynd sem ég fekk 2010. Já. Ég horfi bara á Eyjafjallajökull, sko, sem hugsaði mér rosalega hefða verið flott ef að þau Hallgerður og Gunnar hefðu verið hér í háa rifrildi og síðan í rosalega famlegum með eldgosi á bakvið. Það er aldrei kraft mikið lag, ef þú velur það þá er ég bara mjög ánægður með það. Já, við ætlum að byrja á því allan. Bestu þakkir Ómar Ragnarsson og þakkaði fyrir. Sömuleiðis. Mark blessaður. Já, Ómar Ragnarsson alltaf í stuði, hann er alltaf þannig og já, þið getur hlusta fullt viðtalið núna í kvöld þegar það verður komið inn á sportátturinn á Suðurlanda FM. Spilum hérna lagið hans hérna Eldur og ís.